Já, Guðni, þetta var hörkuleikur. Hver er svona þín fyrstu viðbrögð? Bara glaður að taka 3 stig. Glaður að hvernig leikmenn svöruðu fyrir hálfleik með seinni hálfleik. Skrítinn fyrir hálfleikur, furðulegur, satt best að segja. Mörk bara eins og í handboltaleik. Við á F-liðið ólíkt sjálfur sér í föstu leikadröfum sem liðið fekk á sig. Vissulega vantaði fyrirlega liðsins en hún á ekki að skipta svona miklu máli í föstu leikadröfum. Við vorum undir í fyrsta og annan bolta í fyrri hálfleik og náðum að laga það svo sannarlega í seinni hálfleik og bara frábært svar hjá F-liðinu og ótrúlega stoltur af þessu liði og við vorum eins og ég sagði í öðru viðtali, við vorum að skrifa söguna í dag þar sem við vorum að brjóta 30 stiga múrinn og það hefur F aldrei gert nokkuð tíma áður þannig að við höldum áfram að skrifa söguna í tímabilið. Einmitt. Og talandi fyrirliðan, hana Örnu, hvernig er heilsan á henni? Hún er bara góð sko, þannig séð. Hún fékk streng í læri í uppbytun fyrir austan sig á laugardaginn og við tókum enga sénsa með hana og bara hvíldum hann í dag og hún verður klár á laugardaginn. Ok, þú talar það að munar ekkert svo miklu hana í fyrstu leikadröfum. Ég ætla að leiða mér smá ósammála því að hún étur alla bolta í fyrstu leikadröfum. Ef einhvern skalla bolta það er hún og það vantaði í dag. Já, sem ég átti við það þegar einn leikmaður hverfur frá þá þurfa aðrir að stíga upp og mér fannst ég ekki sjá það í fyrri hálfleik, ég sá það í seinni hálfleik. Þannig að það kemur bara leikmaður í leikmanns stað og maður vill að liðið sitt verji markið sitt eins og enginn sem morgundagur. Og talandi skiptingu, vorum með hana Ídu fyrir hlé, svo kemur bara stóra systir inn og heldur uppteknum hætti áfram. Hvernig fannst þér leikurinn hennar í dag? Hún var bara frábær í dag og það er eitthvað Hemmi og Ragnar Óla, það er eitthvað í blóðunni á þeim sem gerir það verkum að þau eiga frábæra dætur í fótbolta. Svo ég að spyrja þig, mér fannst Elisa Lana spila nálega sem framherji í dag. Er það svona prófan áfram? Það hafi verið mörk í henni nýlega og hún byrjaði svona frekar djúpa miðinni. Er það svona að testa aðra stöðu fyrir hana? Já, við erum búin að nota hana aftarlega á miðinu og framan. Við byrjuðum með hana framar en farðum hana síðan fyrir sumar aftar og svo aftur framar. Við vorum með 3 manna miðju í fyrri hálfleik og hún var fremst þar í svokölluðu 10 og list það bara mjög vel og hún getur spila hvað sem er innum þessu aðeins. Sko nú er svona kannski baráttan annað sæti. Það er svona að telja allan að flestir að Breiðablik kannski sé að fara að stinga af með fyrst sætið. Telurðu að þitt lið eigi ennþá séns í efsta sætið? Eða ertu meira að horfa á annað og baráttan annað við Þrótt? Hvað mörg stig á milli F og Breiðabliks? Það eru 3 stig. 3 stig, það er 1 sigurleikur. Þannig að já, við erum svo sannarlega að anda hún í hálsmálið á Breiðablik. Og eiginlega leikinn á Kópavogsvelli eftir, unnu heima og eini tapleikur Breiðabliks á árinu, en svo náttúrulega verður væntanlega erfiður útileikur fljótlega. Þetta farin að hugsa eitthvað hann? Nei, ég er bara að hugsa ég er að njóta þess að hafa unnið í dag og síðan á morgun fer ég að pæla í leikjum á laugardaginn. Herðu, það er líka móti Breiðablik, alveg rétt. Já. Það er heldur betur stórleiki framundan, Guðni. Já, það er bara gleði og gaman í FH. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið og gangi ykkur sem allra best.